Það eru mörg góð kaffihús á Akureyri og eitt þeirra Bláa kannan. Þeir sem leggja leið sína hingað hafa eflaust margir tekið eftir litlum glaðningi í kaffibollanum sínum, en hér vinnur nefnilega stúlka sem málar svokölluð kaffilistaverk. En þau hafa þann mátt að gleðja í dagsins önn. Við skulum líta inn og hitta listakonuna. Segðu mér aðeins hvernig leiðin lá hérna til Íslands? Ég fæddist í Pólandi í 1981 og ég var í skóla og háskóla þar. Ég er mannfræðingur og eftir háskóla ég var atvinnulaus í 1 ár. Þegar vinkona mín var að segja mér að chans til að vinna á Íslandi. Og hún skrifði þar að það vantar fólkið út í Mývatnssveit til að vinna í hotellinu, Selhotel. Ég kom til Íslands í 2006 og ég var að vinna út í Mývatnssveit til 2009 og eftir sumarið þar ég ákveða að mig langar að prófa að vinna á Bláu kannunni á Akureyri. Og þú ert búin að vinna hérna á Bláu kannunni hvað lengi? Allt saman í 4 ár á Bláu kannunni. En hvað var til þess að byrja að teikna þessi kaffilistaverk? Þegar ég kom til Bláu, ég var að vinna með stúlku sem heitir Anna Guðrún og hún var að gera flottasta kaffi sem ég sé. Flottasta kaffi í bæ. Og þegar ég sjá fólkið sem voru að taka kaffið sitt og voru bara að brosa og voru gladir til að sjá svona svo flott kaffibolla. Ég var bara að hugsa að mig langar að gera sama. Sko, en hún var ekki að teikna svona myndir? Nei, hún var ekki að teikna. Bara, ég var að leita á netinu hvernig fólkið eru að gera það. Og ég sjá mann sem var að teikna blóm út í kaffi. Sko, ég var að hugsa ef hann geta teikna blóm. Ég get teikna allt sem mig langar. Það skiptir ekki máli ef það kona, kall eða ugla eða eitthvað svoleiðis. Og ég byrjaði að æfa mig. Og núna það mjög gaman að gera kaffi og sjá brós og þegar þau eru að taka mynd af kaffinu og það bara æði. Og finnur þú það? Þetta vekur gleði hjá fólki? Já, það... Vá. Ég elska að gera kaffi En hvað það sem þú teiknar í bollana? Hvað svona... Og eftir hverju fer það? Fer það eftir ástíðum eða hvernig þér líður? Ég teikna dag eftir dag, sko. Það skiptir ekki máli hvaða veður eða eitthvað. Og bara stundum ég teikna fólk sem að panta kaffi. Bara stund. Mér finnst það betra að teikna fólkið með gleraugu eða með eitthvað hatt eða húfu. Og já. Og svo þegar það eitthvað svona páskar eða jól? Já, jólareindir eða jólahundur var líka, og kottur. Eða bara skrifa, þú getur alveg skrifa líka gleðileg jól, gleðilega páska og allt sem þú vilt. En sem mannfræðingur, hvernig finnst þér svona Íslendingar? Já, ég er meira að hugsa núna eins og Íslendingar. Sko, bara þegar ég kom til Íslands, það var mikið mun af þessum sem ég sjá áðan. Þú veist, Ísland og Póland, það öðruvísi. Og fólkið eru hugsað líka öðruvísi og það Íslendingar eru meira svona opið. Í alvöru, ég elska Pólandi og mér finnst það svo falleg land og allt. Bara ég get ekki búa þar. Og hér á Íslandi, það bara
heima minn, svona alvöru heima. Sem, Æðislegt. Vildu líka prófa að tekna út kaffi? Við sjáum til með það. Aldrei geta það. Já, allir geta.